Við ætlum að byrja á að syngja gamlan sálm sem nýr í dag. Góði Jesús gakk ei fram hjá. Frelst
Halló. Hugsa hvað yndislegt að eiga þennan drottinn, þar sem að við getum fengið þessa gleði í honum. Að því það bara, að gleði drottins styrkur okkar. Æðislegt. Langaði að lesa hérna í Guðsorði. Já, en það ég með Guðsorð hérna líka. Þannig að það bara spurning hvort. Já. Sama, já. Jésu, ég svona að tala svolítið frá mínu eigin hjarta. Að þegar maður finnur til með börnunum sínum, að þeir börnin eru kannski ekki á réttum stað. En Jésu, hann þekkir svo vel móður hjartað sem kannski brostið út af sorg. Þannig að hann að þjónusta til móður sinnar á krossinum þar sem að hann að taka bara þann verk og þá já, bara við vitum hvað hann gerði á krossinum. En þarna hjá honum sér hann náttúrulega móður sína og hann segir hérna í 19. kafla Jóhannesar Guðspjalli, 25. versi: En hjá krossi Jesú stóð móðir hans og móðursystir María kona Klópa og María Magdalína. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína: Kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin: Nú hún móðir þín. Þannig að hann að þjónusta til móður sína sem líklega með mjög brostið hjarta að horfa upp á son sinn þarna á krossinum, þar sem var svo mikil von sett á hann. Þannig að maður getur fundið svolítið til hvað hann að sjá þarna móður sína og hvernig henni leið. Svo eru margar sögur í Biblíunum þar sem að Jesú þjónusta til foreldra. Þar sem að 12 ára dóttirin var dáin og Jesú reist hann upp. Og kaníska konan sem að dóttir hennar var haldin illum anda. En Jesú læknaði hana. Þannig að ég vil hvetja alla foreldra að treysta Guði fyrir börnunum ykkar. Algjörlega. Því að hann einn nær inn í hjörtu. Það sem við getum bara að tala okkur blá. En Guð nær í hjörtu barnan okkar. Þannig ég vil að þið takið þetta til ykkar og treysti Guði. Treysti Guði með þessi mál. Í Jesú nafni. Bænarefni. Hvað heitir hann? Hann heitir Villi. Villi. Biðjum fyrir Villa. Guð þekkir tengslin. Biðjum fyrir Villa. Hann, því sem þekkir ekki, þá gerðist það með COVID-19 og var mjög illa haldinn og inn á gjörgæslu. Sem betur fer að þá hefur kraftaverk komið, bara Guð hefur snert við honum og hann ekki lengur á gjörgæslu. En hann má beða samt fyrir áframhaldandi bata að hann megi ná sér að fullu. Amen. Amen. Steinu. Já, ok. Já. Einhver fleiri? Óhimnesk. Já, geri það. Óhimneski Faðir, ég þakka þér svo mikið fyrir þann kærleika sem þú berð til okkar drottinn og hvernig þú drottinn þekkir leiðir og þekkir hjört okkar drottinn. Og ég bið þig, elsku Faðir, að gefa okkur von í þér og trú og traust á þig með öll okkar mál drottinn. Þegar við erum öll hérna með eitthvað á okkar hjörtum sem að við viljum að þú snertir og þú mætir
Elsku Fadir, og ég bið fyrir þeim sem eru svona smá veikir eða sjúkir hér á meðal okkar drottin, að þú snerti með þinn hendi inn í líkama þeirra og læknar fullkomlega drottin í Jesú nafni. Himneski Fadir, ég þakka þér fyrir að þú gefur heilbrigði drottin í Jesú nafni. Drottin minn og Guð, við leggjum vilja í þínar hendur og við þökkum þér fyrir að þú hefur læknað hann og heldur áfram að lækna hann og styrkja hann, og við þökkum þér fyrir þetta kraftaverk sem að þú hefur gert í líkamans, þegar það hefur verið margar bænir sem hefur lagðar fram fyrir þig vegna hans drottin. Himneski Fadir, og við þökkum þér fyrir að þú mætir honum og hans fjölskyldu og hugga konun hans drottin og gefðu henni traust á því að þú munt vel fyrir honum sjá og þeim báðum í Jesú nafni. Elsku Fadir minn og Guð, og við leggjum þjóðin okkar fram fyrir þig, drottin, og við byggjum þig að gefa það að þjóð okkar sé heilbrigð fyrir benjar Jesú Krist, að COVID-vírusina fær engum stað að halda sér hér á þessu landi, því að við erum þín börn drottin, að þvegin í blóði Jesú Krist drottin, og við tölum yfir þjóðina að drottin að þú snertir hana og hreinsar hana og læknar hana anda, sál og líkama. Gefðu að vakningar andi þinn veki upp þessa þjóð til lífsins með þér og viti hver Jesú Kristur, hinn eini sanni Guð, frelsari okkar, sem að þú, Guð, Fadirinn á himninu, sendir hér á jörðu til þess að opinbera þig til mannkynsins. Drottin, gefðu að við tökum trú á Jesú Krist og vitum hver hann og við leggjum allt okkar traust á hann. For hann þess verðugur drottin. Hann verðugur að vera lofaður og tignaður og heiðraður í hjörtum okkar. Í Jesú nafni, við þakkum þér fyrir og við byggjum þig að snerta við ráðamennu þjóðarinnar og allir þeir sem í ráðmannsstöðu, hvort það í fyrirtækjum eða fyrir þjóðina drottin, fyrir fólkinu drottin, að þú gefur þeim að vera næm fyrir anda þínum og orði þínu og virði það sem að þú hefur sett okkur fyrir drottin. Í Jesú nafni, að virða drottin, hvern annan drottin, að elska náungan eins og við elskum sjálfan okkur drottin og elska þig af öllu hjarta, sálu og öllum styrk sem í okkur býr, að við lofum þig og tignum og blessum þitt heilaga nafn drottin. Og ég bið að blessa Kittu og Dísu og heiðra þau í því starfi sem að þau hafa þjónað þér svo innilega og trúfastlega drottin. Blessaði kirkjun okkar drottin, gefðu okkur að við séum ljós þessu skínskært hér í þessu umhverfi drottin, aðrir dragast að þér drottin og vilja koma og heyra orð þitt. Í Jesú nafni byrjum þessa bæn og við öll segjum amen. En hérna, hún Rósmary var hérna á síðasta sunnudag með boðskap til okkar og hún skildi eftir blað hérna frammi, þar sem að þeir sem muni eftir hvað hún sagði, hún var að hvetja okkur til þess að bjóða tveimur að koma hérna á samkomu og reyna að fá 2 með inn í kirkjuna á þessu ári. Og þeir sem vilja vera með í þessu, að þeir skrifa nafni sitt á blað. Af hverju? Jú, af því að það er svona ákveðin játningi í því að skrifa. Stundum ef við ekki skrifum þá bara gleymum við því, en ef þú skrifa nafnið þitt á blað, já, ok, það er þetta sem ég að gera. Ég ætla að fá 2 með mér inn í þessa kirkju á þessu ári. Og hún setti þetta þannig upp að ef við erum 20 núna að þeir eru 4. Það var það síðast þegar ég var í skóla. Þá var það 40 hérna í árslok. Amen. Ef við erum 30 þá var það 60, ef við erum 40 þá var það 80. Halda áfram að lofa Guð.
komst. Þú komst, snertir kaldan vanga minn, ylinn frá þér enn ég finn, inn í mig fór friður þinn, nú slíðruð eru stálin stinn. Þú komst, hrestir mínar hrjáðu sál, í hjarta mínu kveiktir bál, mig fái lengur blekkt þau tár, sem vella úr vímunnar skál. Þinn kærleikur hverju sverði beittari, hann umber allt, umber allt. Þú komst, gerðir úr mér nýja mynd, tókst í burtu mína synd, hastaðir á hatursins vind, gafst mér drekka af lífsins lind. Þinn kærleikur hverju sverði beittari, hann umber allt, umber allt, hann umber allt. Það eru tveir kórar hérna og þeir tala báðir að jörðin muni fyllast af þekkingu á Drottni, og það er eitthvað sem við viljum sjá í dag. Komi ríkið þitt og verði viljið þinn. Holy, holy, the earth is filled with His glory, His power and His authority. Holy is the Lord, holy, holy, the earth is filled with His glory, His power and His authority. Holy is the Lord, holy is the Lord, holy is the Lord.
It shall flow like a river. It shall fall as the rain. It shall rise as the dawning in glory of and the Spirit shall It shall flow like a river. It shall fall as the rain. It shall rise as the dawning in glory of the land. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall fall. Oh, it shall flow like a river. It shall fall as the rain. It shall rise as the dawning in glory of the land. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall fall, and the Spirit of the Lord shall á helgum stað. Núna ég stend inn fyrir fortjandi, nær heilu nóttur mín. Þar sé ég auðið þitt, svo fagurt og
Þakkaði fyrir blessunna yfir landin okkar, þakkaði fyrir að veldisbroti Guðleysis hvílir ekki yfir landin okkar, hann hvílir ekki á landi réttlátra. Þú ert Guð, þú ert Drottinn, þú ert Abba. Við bara lofum þig, lofum þig, lofum þig, lofum þig, lofum þig, lofum þig. Við lofum þig, ó Guð. Við segjum enginn er sem þú, ó Guð. Enginn er sem þú, miklu Jehóva Guð. Þakkaði fyrir Guð, þakkaði fyrir að Faðir Guð, að þú ert með okkur alla daga, allt til enda veraldar, í Jesú nafn. Lofsið þér Jesús. Amen.
þá biðjum við, á föstudagskvöldi klukkan 8 þá biðjum við. Það er ekki bíó, það er ekki bingo, það er ekki saumafundur, það er ekki karaoke. Við komum saman eins og þið gerði í frumkirkjunni til að leita Guðs. Ég horfði á kvikmynd í gærkvöldi sem ég fann á YouTube kínversku kirkjuna. Og þar var verið að eiginlega sýnt hvernig lögreglan ruddist inn og handtók fólk og síðan var farið með, hún snýst aðalega konu sem var farið með og í heila viku þá limlestu þeir eða börðu þeir hana og pyntuðu hana þangað til að þeir gáfust upp. Þeir gáfust upp. En hún bað alltaf auðmjúklega Guð styrk. Og ég var að hugsa bara, myndi ég halda út svona lengi, undir svona ruddum, ekki án þess að Jesús styrki mig. Og bara, systkini, þegar ég var búin að horfa á þessa mynd, þá bara þakkaði ég Guði hvað við værum blessuð hérna á Íslandi. Ég þakkaði Guði aftur í morgun, hvað við erum blessuð. Það er enginn að berja okkur fyrir að lofa Guð. Við erum svo blessuð. Amen. En í dag ætla ég að tala ég ætla að taka hérna einn kafla, eða hálfan kafla, úr Korintubrefunum, það er annað Korintubref, og 11. kaflinn og hérna það er ekkert víst að allir vilji hlusta á þetta vegna þess að þetta er ekki svona þetta er eitthvað sem að Páll vildi endilega ekki vera að tala og hann eiginlega, já, hann byrjar á að segja að þeir vildu umbera dálitla fávisku hjá mér. Þannig að þetta var svona eitthvað sem hann langaði ekki að tala og mér langar ekki að tala heldur. En þetta er samt í raun og veru eitthvað hliðstætt sem er að gerast í okkar þjóðfélagi í dag og á okkar tímum. Og þess vegna þurfum við að snerta í raun og veru allt Guðs orð. Og ég ætla að byrja á að segja, vitna í Lúkas 18:8, þar sem Jesús Kristur, hann segir, mun mannssonurinn finna trúna á jörðunni þegar hann kemur. Og á undan dæmi sá hann konuna sem var að knýja á, en ég sá allt í einu samhengið í 17. kaflanum, þar er Jesús að tala daga Nóa. Og ég sá þetta allt í einu í nýju ljósi að Jesús hann er að segja, mun mannssonurinn finna trúna. Hann fann það greinilega ekki á dögum Nóa, en svo segir hann, eins og var á dögum Nóa, eins mun verða á dögum mannssonarins, mun hann finna trúna þegar hann kemur. Spurning. Hann sagði líka, og þetta var Jesús Kristur, hann segir líka í Matteus 24 að það muni verða falskristar á ferðinni, það muni verða falskristar, falsbámenn og svo segir Jesús að því að sumir segja að það á aldrei að predika þetta er svona niðurdrepandi, þetta er leiðilegt en af hverju segja þessir menn ekki Jesú Kristi þetta? Ég meina það var hann sem var að tala þetta ekki ég. Að 24 Matteus 24, þar segir því að fram munu koma falskristar, falsbámenn, þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða jafnvel afvega jafnvel hérna útvöldi ef orðið gæti. Svo hvað er að gerast? Hverjum er spjótonum, á hvern er verið að beina spjótonum? Það er að segja falskristar, falsbámenn, hver er tilgangurinn? Jesús segir það, til að leiða afvega jafnvel þá sem trúa. Mun hann finna trúna, mun hann finna þá sem sagt,
Amplified Biblían segir sem staðfastlega halda í hans, staðfastlega treystónum, til að lesa þetta hérna 18, sem mun mannsonunum finna trúna, þá sem eru persistence, þá sem eru stöðugir í trú. Munan. Spurning. Svo kemur eitt vers í Þessalónikubréfinu, þetta eru hérna 3-4 vers sem ég ætla að lesa sem inngang inn í annað Korintubréf. Þar segir annað Þessalónikubréf, þar er Páll að tala um endurkomuna og hann er að segja okkur það að því snertir komu drottins hos Jesú, þetta er 2:1, og að við söfnum til hans, biðjum veriðu bræður, að þér séu ekki fljótir að komast í uppnám eða láta hræða yður, hvorki á nokkurum anda, nefið orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villiður á nokkurn hátt. Hérna kemur þetta aftur, ekki vera að láta plata þig, ekki láta villa þig. Þetta kemur svo oft aðvörun í ritningunni að láta ekki villa okkur. Og svo segir hann, því ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst. Hefur einhver séð fráhvarf í heiminum? Við erum að biðja þekkingu drottins aftur af því að það má segja að hún sé farin. Okay? Hann kemur ekki nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þetta er einhver sem við köllum antikrist. Og hann kemur með miklum, ef við lesum 9. versið, lögleysingin hann kemur fyrir tilverkna Satans með miklum krafti, lygatáknum, undrum, með ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast. Af hverju? Af því að þeir veitt ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólpnir. Sjáðu, það er fólk hérna sem hafnar sannleikanum og þess vegna tekur það við lyginni. Þeir eru búin að hafna sannleikanum, þú segir þetta er ekki það sem ég vil, að þá ertu í raun og veru opin fyrir því að taka við blekkingu. Þeir hafna sannleikunum og hér, ég stoppaði við þetta vers 10 með alls konar ranglætisvélum. Ranglætisvél er til einhver velbúnaður sem framleiðir að ranglæti eða hvað er hann að tala um. Amplified Biblían, hún skýrir þetta svona, with unlimited seduction to evil. Það er, ef ég túlka það yfir á íslensku, þá er það með ótakmörkuðum ginningum, tælingum til þess að gera hið illa. Þannig að það er einhver sem er að vinna í því núna að tæla, ginna og setja í fallegar umbúðir, og við komum að því í Korintubréfinu, ljósengilsmynd, að það er sett í fallegar umbúðir eitthvað sem að meiðir þig, eitthvað sem að skadar þig, eitthvað sem að skemmir þig. Og það er þess vegna sem Páll er að tala þetta í Korintubréfinu, öðru Korintubréfi, að hann vill í raun og veru vara börnin sín við. Og í Rómverjabréfinu segir hann svo, það er hérna, það eru 2 vers eftir, elskan sé flærðarlaus, hún sé ekta, sko, hver vill hérna þykja kærleika sem er hérna falskur. Og það segir í Orðskviðunum 27:6 að viðbjóðslegir eru kossar hatursmannsins, af hverju er hatursmaðurinn að kissa þig? Af því að hann er að þykjast að elska þig. Þú sér hann ekki sem hatursmann, hann kemur svona með hræsni og kissið þig og kjassar og segir, þú ert góður og ég vil allt fyrir því gera og ég elska þig og bla bla bla, en hann meinar ekkert með því. En svo kemur hinn og svo heldur versið áfram og segir, en vel meint eru vinar sárin. Af hverju varst að segja með þetta? Ég vildi ekki heyra þetta. En ég meina, þarna kemur þessi sanni vinur með hræsnislausa elsku af því að hann ber umhyggju fyrir þér, vill þér vel og þess vegna leiðir hann þig sem sagt í rétta átt.
Þannig, og það þetta sem svo mikilvægt að við skiljum í dag, að þetta sem ekta og þetta sem falskt. Páll segir í 2. Tímóteusarbréfi 1:12, ég veit hvernig ég trúi á. Ég veit hvernig ég trúi á. Ok, nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Ekta? Ekta? Nei, hann ekki ekta. Hann falskur. Já. Þú blekkir okkur. Fiskum við líka. Hvað er þetta? Þessi er ekta. Ha? Þessi er ekta. Já. Ok, mér langaði bara að þetta lítur mjög svipað út svona úr fjarlægð, en mér var sagt, og Dísa sagði mér líka þegar að þið vitið, ef maður fyrir búið í Ameríku þá er alltaf svona, og ég spyr hvað það að gera? Já, það er verið að sjá hvort það er ekta, og Dísa sagði mér að þegar þau voru þjálfuð í að þekkja fölsuð vegabréf, þá voru þau þjálfuð í að þekkja þau sem voru ekta. Og það er eins með peningana, þú ert þjálfaður í að þekkja, ef þú þekkir það sem ekta, þá er alveg sama hvort það er þessi fölsun eða hin fölsunin eða hinsegin fölsun, það skiptir ekki máli, þú bara veist að þetta er ekki ekta. Þú þarft ekki að vera að muna, sumir segja nefnilega, hvernig get ég vara mig á þessu öllu saman, þetta endalausa tuð að passa þetta, passa hitt og passa þetta. Sjáðu, þú þarft ekki að passa neitt, þú þarft bara að þekkja það sem ekta. Þú þarft að þekkja Jesú. Ef þú þekkir hann, þá veistu alltaf, heyrðu, þetta lítur út eins og Jesús, þetta er ekki Jesús. Ég hef farið á svona look-alike show, það var Elvis í Orlando, og hann var að syngja Presley lög, og vitið það, hann hljómaði alveg eins og Presley. Hann var örugglega búinn að æfa bara mörg ár, og ég man að við fórum þarna matsölustaf og þetta var þarna fyrir innan, hann kom að kynna og hann var í Presley búning og við köllum þetta, þeir kalla þetta look-alike og sjáu þið, það er einmitt þetta að við viljum hafa það sem er ekta. Og ég skrifaði hérna, þegar lífið þitt liggur við, þá vilt ekki þurfa að reiða þig á falskt öryggi. Ef þú ætlar að fara, sem sagt, ef að ég ætla, já, þeir vinna hérna sumir á þökum uppi og þú vilt ekki að ég láti þig hafa fúinn, sem sagt, kapal til að halda þér í, þú vilt geta treyst því að þegar að, sem sagt, líkaminn og þungi tekur í bandið að það haldi. Og það er eins með þetta að við viljum í raun og veru að það sem að við erum að treysta á að það sé öruggt. Við viljum ekki look-alike, við viljum ekki falskan pening, við viljum hafa eitthvað sem að við vitum að er ekta. Og þá komum við að 2. Korintubréfi og ég ætla að lesa hérna fyrri hlutan af þessum kafla 11. Þar segir, að þér vildu umbera dálitla fávisku hjá mér. Og sko, sumir segja, já, ætla Páll að fara að tala einhverja heimsku? Nei, fyrir hann, ég hugsaði svolítið þetta, fyrir hann, kannski sjáu þið þetta strax, var það fáviska að mæla fram með sjálfum sér. Nú þurfti hann að fara að bera sig saman við aðra predikara og hann var að segja, ég er réttur, þeir eru rangir. Og sem sagt, ég er ekta, þeir eru falskir. Og fyrir hann að mæla fram með sjálfum sér, það var fáviska vegna þess að það vildi hann eiginlega ekki gera. En hann segir, hann var ekki svona gæi sem að, já, var ánægður með sjálfan sig eða hann var ekta. Hann var auðmjúkur og hann var hógvær. En hann gat oft verið mjög ákveðinn. Hann segir, jú, vissulega, að þér vildu umbera dálitla fávisku hjá mér, vissulega umberið þér mig, ég vakti yfir yður með afbrýði Guðs því að ég hef fastnað yður einum manni Kristi og ég vil leiða fram fyrir hann hreina mey. Og hérna kemur þessi austurlenska hugsun að
hann eins og faðir sem að gefa brúðina eða dóttur sína brúðgumannum. En dóttir Páls hér kirkjan í Korintu og hann segir, ég vakti yfirrið með afbrýði, þannig að kirkjan var eins og barnið hans, að hann þurfti að vakna upp á nóttinni þegar barni grét og alveg eins og bara móðir, að hann sá þetta þannig. Hann vakti yfir þeim með afbrýði. Og afbrýði Guðs öðruvísi heldur en afbrýði manna, vegna þess að afbrýði Guðs, ég veit ekki sem hirðir og sem allir predikarar og safnaðarhirðar, þeir verða afbrýðisamir þegar að fólkið þeirra hverfur burt frá trúnni á Jesú. Þá hvernig getur tekið eitthvað sem feik í staðinn fyrir ekta, segjum við. Og það svo sárt þegar við sjáum fólk sem hefur þekkt sannleikann snúa frá sannleikanum fyrir eitthvað sem lygi, hugsaðu þér. Það bara svo sárt að hafa þekkt sannleikann og hafnað honum og gengið aðra leið. Það ekkert sem sárara fyrir mig. Og það gerir mig líka reiðan vegna þess að þá byrja ég að biðja fyrir fólki og knýja á að Drottinn bjargi þeim, komi með þau aftur. En hann segir, ég vakti yfirrið með afbrýði Guðs, því ég fastnaði einu manni Kristi, ég vil leiða fram fyrir hann hreina mey. Og ég var að pæla hver var þessi hreina mey, ef við komum hérna í fyrra Korintubréf 7. kafla og 9. vers, að þá sjáum við að þeir voru ekki svo rosalega hreinir þar. Það segir hérna, viti þér ekki að ranglátir munu ekki Guðs ríki erfa. Villist ekki, hvorki munu sölvismenn, skurgoðadyrkendur, hórkallanir, kimmillingar, þjóarnir, ásalnir, drykkjumenn, lastmálinir, ræningjar, Guðs ríki erfa. Þetta voru þér sumriðar, en þér létu laugast, þér eruð helgaðir, þér eru réttlættir fyrir nafn Drottins Jesú Krist og fyrir anda vors Guðs. Þannig þetta var barnið hans Páls sem að hann hafði fætt í raun og veru í Kristi. Og þetta svona ekki falleg upptalning hér. En sjáu þið, áherslan hér á að þessi sem voru þjóar, ásalningar og sölvismenn, að þeir hefðu verið þvegnir, það hefði eitthvað breyst í þeirra lífi, núna voru þeir helgaðir og þetta var það sem Páll þráði að afhenda Jesú Kristi, þetta var svo brúður sem Páll ætlaði að afhenda Jesú Kristi sem eiginkonu, þess konar vaktan yfir þeim. En nú komum við á ákveðin stað þar sem að í raun og veru Páll með þessa ungu kirkju sem við getum bara kallað úling núna og hann heldur áfram og hann segir, ég hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærsinni, svo kunni og hugsanir yðar að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Núna allt í einu komið tímabila, Páll, kirkjan hún hefur vaxið og það voru náðargjafir, ef við lesum fyrra brefið, það voru náðargjafir og þeir voru að framgangi í krafti Guðs, en svo kemur þetta hróp hjá Páli, nú hann allt í einu hræddur þá. Af hverju það hefur komið inn þarna einhverjir menn með ranga kenningu. Og hann segir, ég hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærsinni, svo kunni og hugsanir að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Þannig að blekking snýst ennþá, sjáðu blekking, hún snýst alltaf að afbaka og snúa út úr því sem Guð hefur sagt. Hann vísar til Evu, hvað var það sem gerðist í garðinum Eden? Óvinurinn, höggormurinn, hann kom og hann afbakaði það sem Guð hafði sagt. Hann sagði, það satt að Guð hafi sagt? Það satt að Guð hafi sagt? Það satt? Hann var ekki að vefengja að Guð hefði talað og þetta væri Guðs orð, en hann byrjaði að afbaka það.
Og það einmitt það sem að gerast hjá okkur í dag. Það verið að afbaka Guðs orð. Sumir ganga svo langt að biðjast afsökunar á Guðs orði. Þjónn Jesú Krist, hann á ekki að biðjast afsökunar á því sem Guð talar. Hann á að tala það sem Guð talar. Ef við höldum áfram hér, þá segir hann, því ef einhver kemur og predikar annan Jesú en við höfum predikað, eða þér fáið annan anda en þér hafið fengið, eða annað fagnaðarerindi en þér hafið tekið á móti, þá umbyrðið þið að mæta vel. Vá, þið bara umbyrðið að mæta vel. Og málið er að ef einhver predikar annað fagnaðarerindi, takið nú vel eftir, þá fylgir því annar andi. Af því að heilagur andi, hann fylgir alltaf orði Guðs. Heilagur andi og Guðs orð fara alltaf saman. Ef einhver kemur og predikar annað fagnaðarerindi, þá kemur inn annar andi með. Annar andi. Og Páll heldur áfram og segir, það kemur annar Jesús. Annar Jesús. Svona lookalike. Og hann getur kannski hljómað alveg svo Presley söng eftir Hermann. Verið eins klæðum, og Jesús svaraði einmitt við þessu, að hann sagði að úlfar kæmu í sauðagæru. En hann segir hér, annað fagnaðarerindi, annar andi. Þá umberi þér það mæta vel. Og það er það sem kvelur Pál. Og vitið það kvelur mig í dag. Þegar ég heyri að orð Guðs er mistúlkað á bara hræðilegan hátt. Og það er verið að senda fólk til glötunar af því að það fær ekki að heyra sannleikana. Þeir sem í raun og veru eiga að segja sannleikan, þeir predika annað fagnaðarerindi og fólk fær ekki að heyra að Jesús, hann kom til að frelsa synduga menn. Ég man að það var predikari í Svíþjóð. Ég veit ekki hvar hann er núna. Hann heitir Úlf Ekman. Hann predikaði einu sinni og ég man það enn, ég skrifaði það að því ég tók nótur þá. Hann sagði, það sem við heyrum í dag er fagnaðarerindi sem hefur engan kross. Hann sagði, og boðskapurinn segir okkur að maðurinn sé án syndar. Og við heyrum það líka að Guð hafi engan sprota lengur. Og þetta, maður án syndar, það er ekki fagnaðarerindi Jesú Krist vegna þess að, er það fagnaðarerindi að segja að þú sért syndari? Já, vegna þess að Jesús sagði heilbrigði þurfi ekki læknis við. Jesús hefði ekki þurft að koma eða deyja fyrir syndir okkar ef við værum ekki syndarar. Það er bara mjög einfalt mál. Jesús hefði ekki þurft að deyja fyrir syndir okkar ef við værum ekki syndarar. Og mér langar maður án syndar, fagnaðarerindi án kross, maður án syndar, Guð án sprota. Og þetta fagnaðarerindi segir, það skiptir engu hvað þú gerir, Guð meðtekur þig, því að við eigum allir sama rétt á Guði. Já, það er rétt að hluta. Við eigum öll sama rétt til Guðs, allir menn, sama hvernig syndarar þeir eru, hvað þeir hafa syngað mikið, það eiga allir sama rétt. Og það er þannig líka að björgunarsveitirnar okkar, þær vilja hjálpa öllum. Það eiga allir sama rétt á að fá hjálp hjá björgunarsveitunum okkar. En ég sagði það er rétt að hluta, þegar björgunarsveitar maðurinn, hann situr fyrir þér, stoppar þig og segir,
Kæri vinur, þessi leið er ófær núna. Hún er lokuð. Og þú getur týnt lífi ef þú heldur áfram þessa leið. Hvað gerirðu? Já, en ég sé ekki betur en að leiðin sé greiðfær og ég sá bíl fara þarna rétt áðan. Já, hann fór á sína ábyrgð, en við erum að segja þér að ef að þú ferð þessa leið, að þá geturðu týnt lífi. Salomón, hann sagði þetta svona, að margur, þetta er Orðskviðni 14:12, margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó á helslóðum. Margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó á helslóðum. Svona orðaði Salomón þetta. Og Jesús Kristur, hann orðaði þetta svona, breiður er vegurinn liggur til glötunarinnar og margir þeir sem fara hann, en mjór er vegurinn sem liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Þannig að björgunarsveitar maðurinn, sjáðu til, ef að þú vilt halda lífi, þá verður að koma hans leið. Þú getur ekki bara haldið áfram þína leið, þú verður að leyfa honum að vísa þér veginn. Og það er eins með andlega lífið. Biblían segir okkur, Jesús Kristus sagði, höfðingi þessa heims er dæmdur. Hann er þegar dæmdur. En hann stendur við breiða veginn og hann stendur í sínum flotta galla, lítur út eins og björgunarsveitamaður og hann segir, komið bara hérna, þetta er allt í lagi, verður ekki að hlusta á hann. Þetta er allt í lagi, komið bara hérna, komið bara þessa leið. Þetta er vel greiðfært, þetta er vel greiðfært. Og hann er svo samfærandi, en samt endar þessi gata á helslóðum. En hann samfæri svo marga og sjáðu, við höfum öll sama rétt á Guði, sama rétt á björgunarsveitunum, en má frelsarinn okkar vísa okkur veginn. Orðskviðnir 1:20 segja að viskan eða spekin hún bara hrópar. Og í 8. kaflanum að þar sem göturnar hvíslast, þar hrópar stendur viskan og þar stendur í raun og veru Jesús og hrópar á sína sköpun og segir, hér er vegurinn farið hann, og þá vitna ég í Jesaja. Að hér er vegurinn farið hann, ekki fara þessa leið, farið, komiði réttu leiðina. En ef við höldum áfram hér, ég álít mig, vers 5, ég álít mig þó ekki standa hinum stórmiklu postulum að baki, þótt mig bresti mælsku, brestu mig samt ekki þekkingu. Við höfum á allan hátt byrt yður hana í öllum greinum. Eða dríði ég synd, ég lítillækkaði sjálfan mig til þess að þér mættuð upphafnin verða og boðaði ókeypis fagnaðarendi Guðs. Sjáu þið hjarta Páls. Aðra söfnuði rúði ég og tók mál af þeim til þess að geta þjónað yður. Þannig að Páll, hann fekk styrk frá þeim sem hann þekkti og treysti. En hann vildi ekki taka neitt af þessari kirkju sem hann var að fæða fram þarna. Aðra söfnuði rúði ég og tók mál af þeim til þess að geta þjónað yður og ég var hjá yður leiði ég þröng og varð ekki neinum til, og ég var hjá yður og leið þröng var ég þó ekki neinum til byrði, því úr skorti mínum bættu bræðurnir komið frá Makedóníu og í öllu varaðist ég að vera til þingsla og mun varast. Svo sannarlega sem sannleiki Krists er í mér, skal þessi hrósunum mig ekki verða þöggu niður í héröðum Akkefu. Hvers vegna er það því ég elskuður ekki? Nei, Guð veit að ég gjöri það. Nei, það er vegna, það sem ég gjöri, en það sem ég gjöri mun ég og gjöra til þess að svifta þá tækifærinu sem færis leita til þess að vera jafn okkar vorir í því sem þeir stæra sig af. Sjáðu þessi falski, þú þekkir hann alltaf á því að hann vill ekki taka upp krossin. Hann bara vill ekki taka upp krossin og hann er ekki að bera kross Jesú Krist. Ef þú borgar honum ekki nóg þá er hann bara farin. En það var ekki, þetta snerist ekki peninga hjá Páli. Svo segir hann, því slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krist. Og svo segir hann þetta, og þetta var það sem að hitti mig, ekki er það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd, réttlætis þjóna.
Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Og þetta minnir mig á ritningunni í Matteus 7, þar sem segir, ekki mun hver sáir við mig segir Herra, Herra, ganga inn í Guðs ríkið. Afdrif þeirra verða samkvæmt verkum þeirra. Sjáðu, óvinurinn, hann birtist ekki með horn og hala. Nei, það er ljósengilsmynd, og ljósengilsmynd, hvað er það? Það er eitthvað sem virðist vera gott. Það er eitthvað sem getur verið fagurt, heillandi og, já, eitthvað sem virðist vera eftirsóknarvert og dregur bara að sér þetta ljósengilsmynd. En þetta er samt annað fagnaðarerindi, segir Páll. Og þetta fagnaðarerindi segir, þú getur lifað eins og varst áður, þú hefur bara Guð með þér eins og þú vilt, þegar þú vilt. Og þetta fagnaðarerindi segir sko, minn Guð, hann er ekki svona. Veistu, alltaf þegar einhver segir minn Guð, það hringir bjöllum hjá mér. Af því að það hafa allir sama rétt á Guð og það er bara einn Guð, það er ekki þinn Guð, það er Guð okkar allra, faðir okkar allra, skapari himins og jarðar. En þegar menn segja minn Guð, hann leyfir mig þetta. Minn Guð segir sjálft í lagi að ég geri þetta. Minn Guð, hann er ekki með boð og bönn. Minn Guð. Sjáðu, ef að þinn Guð segir að þú getur lifað nákvæmlega eins og þú vilt, að þá sagði Jesús Kristur svo lítið annað. Hann sagði að ef einhver elskar mig og vill fylgja mér, að ef hann ekki tekur sinn kross og fylgir mér, getur hann ekki verið lærisveinn minn. Svo að það er ákveðin leið, ef við ætlum að fylgja Jesú Kristi, þá þurfum við að koma í gegnum hann sem sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. En ég vil segja að Jesús hann elskar okkur í syndum okkar. Rómverjabréfið segir, 5:8 segir að hann dó fyrir okkur í syndum okkar, meðan við vorum enn í syndum okkar. Rómverjabréfið 5:8 þá segir, þá dó Jesús fyrir okkur á tilteknum tíma, en margir segja, Jesús elskar mig og syndina mína, þess vegna er ég stoltur af syndinni minni. Og Jesús gerði mig þannig, hann elskaði mig þannig, en það er bara ekki þannig. Jesús Kristur, það er annað fagnaðarerindi. Jesús Kristur, hann skapaði ekki syndara. Þú segir, já, herru, varst ekki að segja við fæðumst öll syndaran? Jú, en Jesús Kristur skapaði mannin Adam, Guð faðir skapaði mannin Adam, Jesús Kristur kom að sköpuninni líka. Adam var saklaus og hann var fullkominn. Síðan var það eitthvað sem heitir syndafall. Maðurinn, hann í raun og veru, hann hlustaði á annað fagnaðarerindi. Hann hlustaði, Eva, hún hlustaði á annað fagnaðarerindi, hún meðtók boðskapinn frá höggorminum og sem sagði, er það satt? Hann fór að segja, Guð er bara að reyna að blekka ykkur, hann er að reyna að hafa af ykkur, ef þið bara borðið að þessu tréa, þá verðið þið bara eins og Guð. Þannig að sjáðu, taktikinn hjá óvinnum hefur ekkert breyst í dag. Hann hvetur fólk, hann segir, Guð er svo góður að, ég meina, þú ert ekki verið að hlusta á þetta bull. Guð, hann er svo góður og Jesús dó á krossinum og þú bara, hann er með þig þegar þú vilt hafa hann og svona bara, hafðu þetta bara þægilegt, við bara elskum hvert annað og við erum bara góð og erum ekki með nein leiðindi. En, hvað sagði Biblían, viðbjóðslegir eru kossar haturs mannsins. Hann ber ekki eilífðar, sem sagt, hann ber ekki eilífðar umhyggju fyrir þér. Honum vill bara þér líði vel og honum líði vel, hann vill bara hafa þetta þannig að já, við mögum ekki móðga neitt, við mögum ekki særa neitt vegna þess að Guðs orð, það er svona kantað sumstaðar og það særir fólk. En vandinn er sá, þegar þú byrjar að predika annað fagnaðarerindi og þegar að þá fer krafturinn úr því. Páll segir í Rómverjabréfinu 1:16, fagnaðarerindið er kraftur Guðs til sálur hjálpar hverjum þeim sem trúir. Það er kraftur, það er svo mikill kraftur í fagnaðarerindinu að þegar einhver tekur við því, þá umbreytist hann innan frá og út. Hann umbreytist.
Það er kraftur Guðs þeim sem trúa, en til þess að trúa þá þarf það að iðrast. Nú, já. Ef þú trúir, þá iðrastu. Vegna þess að iðrunin felst í því að þú ferð þá leið sem björgunarsveitamaðurinn bendir á. Þú segir, já, þetta er satt hjá þér. Þessi leið er lokuð, ég ætla að koma þína leið. Og það iðrun er að sjá sem sagt leiðina sem Guð hefur varðað. Sjá það að Jesús Kristur er frelsarinn, Jesús Kristur er vegurinn, Jesús Kristur er lausnarinn. Það er sönn iðrun. Þú beygir þig, ekki Guð. Þú beygir þig, ekki Guð. En það eru svo margir sem vilja fá Guð til að beygja sig. Já, nei. Ég vil ekki fá Guð til að beygja sig. Ég vil bara breyta aðeins orðinans. Orðið er Guð. Við verðum bara að hreinsa hérna aðeins út þar sem ekki á við fyrir okkar tíma, sjáðu til. Ég myndist á Tímann síðasta sunnudag að það var einhver sem neitaði að hlýða kalli Tímans, hann vildi fylgja bókinni. En sjáðu til, leið og við förum að hreinsa út þar sem okkur mislíkar, þá erum við að gera Guð að lygara. Það er ekkert öðruvísi en það. Við erum að gera Guð að lygara. Og þetta var áhyggjuefni Páls að þeir sem sagt myndu leiðast burt frá hreinni og einlægri tryggð við Krist. Guð, hann beygir sig ekki. Hann er hinn sami. Hann breytist ekki. Hann breytist ekki. Og ég sagði að Jesús kom til að frelsa synduga menn. Og ég vitnaði ég ætla að lesa það í Tímóteusarbréfinu. Það er fyrra Tímóteusarbréf 1:15. Það er Páll sem talar þar og takið eftir hvað Páll segir. Hann segir, það orðið satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Og er ég þeirra fremstur? Er ég þeirra fremstur? Hann var ekkert að hlífa sjálfum sér, hann sagði ég er þeirra fremstur. En hann var þveginn, hann var réttlætur. Og ef við ætlum að taka frá þessu fagnaðarerindi, systkini, þá verður þetta bara máttlust. Guð, hann neitar að vera og taka þátt í öðru fagnaðarerindi. Og ég ætla að enda hérna í Títusarbréfinu. Það er annar kafli. Það er talað náð Guðs. Og það er sagt hvað náð Guðs gerir. 11. vers, því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir oss að afneita óguðleik. Hún kennir oss að afneita. Sjáðu, ég afneita syndum mínum. Ef að líkami minn segir mér eitthvað sem er gagnstætt við orð Guðs, þá segir ég nei, synd skal ekki drottna yfir mér. Jesús Kristur er drottin í mínu lífi. Og ég deyði, Biblían kennir okkur í Kólussarbréfinu að deyða hið jarneska í fari okkar. Og það byrjar í huganum. Ef ég meðtek lýjana í huganum, já, ég er kannski svona, ég er kannski svona. Ég er kannski hvorki karl né kona. Ég meina, fyrirgefiði, frá sjónarhorni Guðs, þá er þetta svo mikil heimska og að heyra þetta sem sagt, frá púltinu að það veldur mér sárri kvöl. Að þeir sem kalla sig Guðs þjóna, að þeir skuli sem sagt, fara lengra en Guðs orð er og segja að það séu til, já, fleiri kyn en Guð hefur skapað. Það er svo sárt að heyra það. Ég get alveg skilið að fólk út í bæ, það hugsið þannig og fólk út í bæ, en sá sem að segist vera þjónn Guðs, það er sorglegt að heyra hann meðtaka lygina og predika lygina. Hún kennir oss að afneita óguðleik og veraldlegum gindum, lifa hólátlega
og réttislega og guðrækilega í þessum heimi. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesús Kristur opinberist í dýrð sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir oss til þess að hann leysti oss frá öllu ranglæti, hreinsaði sjálfum sér til handa, eignar líf, kostgæfin til góðra verka. Þannig að Guð, hann þráir fólk og ég er búin að biðja Guð svo lengi það að við fáum að sjá hérna stóran söfn af fólki sem kemur á bænastundur og lofar hann, upphefur hann. Og þannig að andi Guðs, hann komi niður og fólk byrji að bara koma inn. Ef að fólk getur farið á agafund, þá getur það farið á bænastund. Hefur agafundurinn eitthvað fram yfir bænastund? Ekki að mínu mati. Sjáðu, þú mætir skaparanum á bænastund. Ekki einhverjum sem að þú skilgreinir eins og þú vilt. Þú mætir hinnum eina sanna Guði þegar þú kemur á bænastund til þess að lofa Jesúm Krist. Þannig að við eigum ekki að skipta á hinnu sanna á einhverju sem tekur hjálpræðið frá okkur. Við eigum ekki að skipta á einhverju sem tekur hjálpræðið frá okkur. Eitthvað sem er feik. Nei, ég ætla að taka undir orð Páls. Einlæg tryggð við drottinn minn Jesúm Krist. Hann segir, ég er hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærsinni svo kunnu hugsanir að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Jesúm Krist. Ég trúi því systkini að nú er tíminn til þess að vera trúr sinni konu og trúr sínum drottni. Amen. Kona mín er allavega sammála. Fyrir hlutanum. Og seinni hlutanum líka. Við viljum vera trú okkar Jesú Kristi. Og systkini, margir segja, af hverju sjáum við ekki þetta, af hverju sjáum við ekki hitt á meðal okkar kraftaverkin og þetta. Getur verið að Guð sé svolítið afbrýðisamur. Sjáðu, hann þráir með afbrýði andan og ef að börnin, ég veit að ef að börnin vilja aldrei koma í heimsókn til afa eða ömmu, þá verða afi og amma afbrýðisöm. Ef að börnin vilja aldrei koma í heimsókn til pappa og mömmu eftir að þau eru flutt, þá verða pappi og mamma afbrýðisöm. Og það er góð afbrýðisem á vissan hátt. Og Guð, hann er líka afbrýðisamur ef að hans kirkja, jafnvel þó hún sé ekki að tilbiðja annan Guð eða boða annað fagnaðarendi, ef hún er með hugan allstaðar, annar staðar heldur en hjá honum. Þannig að sjáum fyrir okkur bara jörðin að fyllast af þekkingunni á drottni. Sjáum fyrir okkur að andi Guðs byrji að starfa með krafti á meðal okkar. Jesús sagði, ef þið trúi ekki mér, trúi mér þá vegna verkana. Getum við sagt það með Jesú? Því miður, ekki í dag. En ég trúi því að sá dagur minni koma að við getum sagt, ef þið trúið ekki mér, trúið þið þá verkonum sem þið sjáuð hérna á meðal okkar. Blindir fá sjón,